Góðan dag og velkomin í Gunnar Brasar. Jæja, ég hef svona frá ýmsu að segja í dag. Ég er byrjuð á barnapeysuprjóni, af því ég er hætt að prjóna peysur á mig. Ég ætla að segja ykkur frá opna húsinu sem ég var með hérna helgina, eða föstudag og laugardag. Í tilefni þess að ég er búin að koma mér fyrir hérna, svona nánast endanlega og búin að taka voða vel til og svona. Þannig að ég hafði opið hús, já, eins og ég segi, föstudag og laugardag og ég ætla að sýna ykkur aðeins frá því, frá vinnustofun og svona. Og svo fór ég í heimsókn á Hönnunarsafnið þar sem Guðrún Pétursdóttir er búin að vera í sumar með vinnustofu þar í andirinu. En fyrsta mál á dagskrá, það er peysuprjón. Eins og ég sagði, ég er hætt að prjóna peysur á mig og ég er búin að vera að gera svona peysur, hérna barnapeysur, svona, þar sem að ég handlita léttlópa og prjóna svo svona röndóttar eða svona munstraðar, ekki munstraðar, röndóttar peysur. Og ég fór, ég tók til í þessu handlitagarðinu mínu og það var alveg svona stór póki. Þannig að ég setti það svona í litasetteringar í plastpoka, eins og hér, svona bláir og blágrænir litir sem að fara þá í, já þetta er nú örugglega ná í 2 peysur, ef ekki meira. Og hérna er til dæmis svona fjólublátt. Og ég er búin að gera, hérna, ég var reyndar eftir að svona þvona og ganga frá henni alveg, en þessi er tilbúin nánast. Og svo er ég að gera hérna eina minni svona. Og gaman að vera að gera svona í litum. Ákveða hvaða litur á að koma næst, hvernig vil ég hafa þetta, er þetta nú fínt? Svo er maður alltaf svona bara, er þetta í lagi? Og ég gert öðruvísi. Þannig að það eru mikla spekulasjónir í þessu. Já, ég nefnilega nenni ekki að vera með garni hérna. Ég held ég sé búin að hafa núna í 2 ár. Bara í svona, í körfu og pókum og eitthvað. Þannig að nú tók ég þetta bara til og ég ætla að prjóna þessar peysur núna í vetur. Og hérna, já, og gera þá eitthvað af stærri peysum, af því ég á svolítið mikið af litlum. Þannig að ég er að gera svona, ef ég á nógu mikið gatt, þá er ég að gera líka stærri peysur á eldri krakka. Svo þegar maður er að hérna, taka svona vel til og maður setur á góðan stað. Af því að peysurnar eru þannig að þetta eru léttlópa, að þá hef ég hérna alpakaull, eða svona, þú veist, mjúkaull hérna í hérna stroffin. Og ég var með alpakaullina bara á ákveðnum stað. Ég sett á einhvern annan stað og nú bara finn ég það ekki. Þannig að ég má fara að leita og hérna, af því að, já, að ég á svona í nokkrum litum sem passa í þetta. En þar sem að ég fann ekki, þá hafði ég núna bara merinóill og bómullastráf hérna í þessu stroffi. Þannig ég kannski bara geri það. Ég er ekkert með alpakaullina. Við sjáum til. En það er svo skrítið. Góðu staðirnir, þeir eru svo hættulegir. Ég er oft búin að komast að því. Og þegar hlutirnir eru búin að vera á ákveðnum stað lengi og svo allt í einu finnur maður, heyrðu, já, þetta er miklu betur staðið fyrir þetta. Þá finnur maður þetta ekki. Já, ég hérna er að prjóna þetta á 3,5 og 4,5. Þegar ég fór að prjóna núna aftur peysurnar, þá vantaði mig sokkaprjóna í ermarnar og þá myndi ég eftir, heyrðu, ég var búin að kaupa þessa fínu prjóna frá Lukke, hérna, og þeir sem hafið hort á bara fyrstu þættina mína,
að þá keypti ég þetta sérst veski fyrir 3 árum þegar ég var nýbyrjuð með þessa YouTube-rás. Og þá var ég með sokkaprjóna áskorun á mig. Þannig að ég prjónaði 1 sokkapar á mánuði og ég keypti þetta og hugsaði já, nú ætlum ég að vera með svolítið svona flotta prjóna og og svona þau eru líka aðeins styttri þannig að já, mér langaði að prófa þetta. En það kom ekki betur út en það að ég braut prjónana. Því þá var ég að prjóna númer 3,5, nei, 2,5 og það er svona samskeyti hérna á prjónunum. Sérst að það er svona svart hérna og það bara kubbaðist alltaf í sundur. Þetta gerðist alveg í tvígang hjá mér. Þannig að ég hef bara sett þetta ofan í skúffu og ekkert notað. En ég ákvað, nei, nú ætla ég að nota þessa, prófa þessa og ég fór í stærstu stærðinni. Ég ætlaði aðtöku að þetta væri ekki bara af því að þessi fínustu prjónar myndu kubbast í sundur og ég tók hérna og það er 3,75 held ég. Já. Ég tók hérna grófustu prjónana úr veskinu sem passaði fyrir straffið og þeir eru ennþá heilir og ég er búin að prjóna 2 peysur. Hérna 4 ermar. Þannig að þetta er að gera sig. Þetta gengur. Þannig að þá get ég farið að nota þetta. Það er náttúrulega glata þegar maður er að kaupa eitthvað svona og notar þetta ekki. Já, ég fór á Hönnunarsafnið núna fyrir nokkrum dögum og heimsótti Guðrúnu Péturs sem er búin að vera þar í sumar með vinnustofu og þarna í andirinu á Hönnunarsafninu og hún vinnur við körfugerð og heldur námskeið líka í því. Og ég fór á námskeið hjá henni fyrir ári síðan. Já, það var þetta í ágústi fyrra. Og þetta er karfan sem ég gerði hjá henni þar. Og þetta er allt unnið úr íslenskum efnivið. Þannig að hún fer út í náttúruna og tekur greinar og laufblöð. Nei, ekki laufblöð. Strá, hún er að prófa sig áfram í alls konar stráum og svona. Þannig að, og í sumar er hún búin að vera að prófa sitt lítið af hverju og búin að gera alls konar körfur, veggstykki, skrautluti og svona hitt á þetta. Þannig að ég tók nokkra myndir til þess að geta sýnt ykkur. Já, hún sem sagt heldur námskeið. Ég mæli með að fara til hennar námskeið þegar hún auglýsir það. Þetta var mjög skemmtilegt og gaman að eiga körfu eftir sig sjálfa. Ég hafði opið hús núna á föstudag og laugardag og það voru margir sem komu og ég þakkaði þeim kærlega fyrir að kíkja til mín. Þetta var ótrúlega gaman að bæði að hitta fólk sem ég þekki og hef kannski ekki séð lengi eða hitta bara alveg nýtt fólk. Einhverju sem er að fylgja mér og svona. Þannig að þetta var, eins og ég segi, mjög gaman. Og ég ákvað að í tilefni þess að vinnustofan er orðin tilbúin að þá myndi ég hafa 10% afslátt af námskeiðunum og 20% afslátt af því sem ég er að selja, svona af mínu handverki. Og ég er búin að setja hérna upp svona búð hálfgildings sem að sýnir þær vörur sem að ég er með. Já, ég ætla að vera dugleg að halda námskeið í vetur. Þar sem ég er komin í launalaust-leyfi, að þá eru það vinna mín núna, næstkomandi vetur, að vera með námskeið bæði dag- og kvöldnámskeið í alls konar handverki. Þannig að það væri gaman ef þú segir nú eitthvað sem að þig langaði til þess að læra og kemur til mín. Ég ætla að setja út núna í vikunni svona námskeiðslýsingar og auglýsingu það
En ég var búin að setja núna upp helgina þá hún að dreifði hérna á borðin svona sýnishornum hvað væri hægt að gera á námskeiðunum og ég sýni ykkur það að ég tók upp myndband af hérna vinnustofunni, líka bara til að sýna ykkur vinnustofuna og ég tók líka upp, þú veist, og í leiðinni að þá var ég að sýna frá þeim námskeiðum sem ég ætla að bjóða upp á. Þannig að þið fáið að sjá það sem að verður í boði hjá mér núna til jóla. Og það getur verið að ég bjóði upp á eitthvað annað eftir jól. Það eru fullt af hugmyndum hjá mér. En ég get vist ekki gert allt í einu. Hérna sést svona herligheitin og ég ætla að labba hérna og sýna ykkur hvað hér er að finna. Og hérna er ég búin að setja upp fyrir opna húsi sem ég er með núna í dag og á morgun. Þar sem ég er að kynna öll námskeiðin sem ég er með. Já, ég á nú eftir að finna þessu stað en kannski bara færi þetta að vera þarna, ég veit það ekki. Þetta gerði ég á námskeiði á prjónagleðinni í fyrra sem ég tuftaði eða flosaði þetta með svona tuftbyssu. Hérna eru alls konar tuðrur og crazy quilt teppið mitt komið loksins hingað og sett upp í gær. Rosalega ánægð með að fá þetta, vera að koma með þetta hingað í laufið. Og hérna er ég með vinnuborð en er búin að fylla það svolítið með svona verkefnum. Hérna er ég að gera svona lúffur úr gömlum útsaum og leðurjökkum. Og það er hægt að velja sér líka útsaum, hvernig lúffur viltu fá og þá er þetta að velja úr mismunandi útsaum. Hér er ég með handspunnið garn. Ég fór að leika mér með að kemba fullt af svona afgangsspottum og ull saman. Og svo spann ég þetta. Þetta er eitthvað sem ég ætla að fara að gera núna fljótlega. Meira af. Hér er krosshansmynd eftir tengdamóður mína, þannig Erlu. Hún gaf mér hana og sagði að ég gæti nú alveg bara klippt þetta niður, ég tímdi ekki. Þetta er svo fallegt. Svo er hérna svona smá kósí horn. Ég segi það ekki, ég hef alveg lagt mig hérna líka, svona ef ég er voða þreytt. Hérna eru spottarnir sem að ég fléttaði og fest á hringi, þannig að það verður þægilegt að grípa þá þegar ég verð með útsvarsnámskeiðin. Það er svo þægilegt að taka svona spotta, velja sem spotta. Þetta er svona alls konar tæki og tól. Já, þessi er ekki myndin, refilshausmyndin. Ég er að fara að setja hana upp. Ég fekk spýtu núna áðan til að hafa í bakið. Og þetta heitir Förukerlingar kjafta frá. Ég sagði vist eitthvað vitlaust seinast. Hér er ég með gínu sem er með ýmislegt sem ég hef gert og verið að selja. Þarna er kempivélin mín, fína. Og alls konar í þessum hirslum, kössum og pókum. Hér er ég búin að setja svona litla búð upp. Ég er að
prjóna og þæfa svona trefla, hekla körfur eða utan blómapotta. Svo ég að gera svona myndir, þæfiðarmyndir. Hérna eru buddur, hérna eru verkefnatöskur og kaffibókum. Og ég ætla að hafa námskeið líka í því. Því ég á svo mikið af kaffibókum og ég held ég get ekki gert úr þeim öllum. Þá datt mér í huga að hafa námskeið í gerð svona þura. Ég held að það sé svolítið sniðugt. Hérna eru stórir englar og verkefnatöskur og pokar. Teppi sem ég hef heklað. Þetta gerði ég held ég þegar ég var í veikindaleyfinu. Það var svo frábært að geta dunda sig við þetta. Þá hafði ég svo mikinn tíma og mér varst svo æðislegt að sitja og hekla dúllur og setja þær svo saman. Þetta eru svona verkefnapokar. Svo hér peysur og þetta þannig að ég þæfi aftan á. Ég þæfi aftan á svona munstur. Og þetta úr íslenskri ull. Svo eru hérna peysur sem ég hef verið að prjóna, barnapeysur. Ég lita léttlópa og prjóna úr honum. Þannig að hérna, og hann verður mýkri þegar maður er búin að lita hann, þá fer hann í svona heitt vatn. Þá mýkist hann upp. Svo eru hérna alls konar sjöl og löperar úr gamlum útsaum. Svo kemur hérna skápurinn sem ég keypti. Ég keypti þennan skáp af því mér vantaði hérna undir efnin mín og eins og þið sjáið að þá er hann orðinn vel fullur. Þannig að þetta er verkefni vetrarins að vinna svolítið út úr honum. Kommóða sem er full af garni og útsaumsgarni og alls konar. Ég á gott perlusafn og perlugarn. Og hérna er svona bútasaumsefni, svolítið í kræðaki. Þetta er tölubóks frá henni mömmu sem að mér finnst voðalega vænt og hérna eru leggir sem að Jenny Karlsdóttir gaf mér þegar ég fór í heimsókn til hennar og tók viðtal við hana fyrir ári síðan. Svo er hérna hilla með alls konar bókum, handavinnu tengdu og möppur, alls konar uppskriftir. Svo er hérna vinnuborðið og hér er rosalega gott að vinna við og hérna held ég námskeið. Þannig að þau sem koma til mín á námskeið sitja hér og hérna er námskeið í prjóni. Ég var nú svo sem ekkert með neitt verk, engin sýnishorn, þannig ég greip bara nokkra bækur og blöð. Svo er ég með að búa til svona hjörtu, svona eitt kvöldnámskeið. Hérna er að hekla buddur út frá rennilás. Hérna er að þurrþæfa eða nálaþæfa. Og ég bara finn ekki sýnishornin, þannig að ég ákvað bara að hafa þetta svona. Þegar ég er að sýna þetta núna í dag og á morgun. Svo eru hérna litlir englar sem hægt er að gera á einni kvöldstund. Og svona pokar. Eða í annarri. Það er líka hægt að gera svona öðruvísi snið. Ég verð með nokkur snið sem hægt er að velja úr. Hérna er útsaumur í prjón. Og ég er búin að gera hérna nokkur sýnishorn á því. Hér er crazy quilt og það er svo gaman að vinna í crazy quilti að það ég bara, já, ég get eiginlega ekki sagt nógu mikið um það. Að setja saman
búta og sauma svo út. Það er bara æði. En allavega, vinnuborði hérna. Svo hér við gluggann. Þetta borð, hér standa saumavélar og þæfingavélar á, venjulega. En nú þær komnar undir borðið af því ég þurfti að nota þetta til þess að sýna. Hérna er frjálsútsaumur, svona hugmyndir af verkefnum. Hérna er sem sagt, já eins og ég var að segja áðan, hérna með kaffipókana. Hérna er útsaumsnámskeið og þá er svona ýmislegt tekið fyrir, svona 3D, svona það sem að dregur út þræði og saumar, vefur þá saman og saumar. Hérna er að þrykkja lit á efni og skera útsaum eins og er á þessari hér. Hérna er mosi ásamt fleiru. Ég fór að leika mér svolítið meira með þetta. Hérna eru nálabækur. Þetta gerði ég einu svona námskeið í storkinum. Og hér er verkefni sem að ég gerði svona eins og frjálsan útsaum. Þetta gerði ég á námskeið í Danmörku 2011 hjá Sólveigu Refslund. Þar sem að við vorum að þrykkja og sauma og ýmislegt. Svo er hérna svona kommóða sem að geymir ýmist svona smálegt. Hérna er líka búð englar, vettlingar sem eru búið að þæfa, lúffur, nálabækur og nálapúðar. Hérna sést ofan á, ég er búin að sauma svona úti þessar öskjur. Svo er komið hérna eldhúsinu. Og hér er ein hilla sem er full af bókum og blöðum. Þannig að það vantar ekki hugmyndinar. Já, hérna er verk eftir Margréti Örnu, samstarfskonu mína, sem hún hefur flósað eða töftað. Mjög skemmtilegt. Svo er ég búin að setja hérna á borð fyrir komandi gesti á opnahúsinu mínum. Ég er búin að baka og búið til nammi. Ég er að hella upp á kaffi. Hérna er mynd sem ég saumaði fyrir mörgum árum. Og hérna átti góðar stundir við það og er með góða minningar síðan ég var að vinna þessa mynd. Það voru svona sérstakar minningar sem tengjast þessari. Ég er með lítinn ísskáp, svo er ég með þvottavél hérna inn á baði, nota nú ekki neitt. Og þetta baðherbergi er nú eiginlega geymslan mín. Eins og þið sjáið að þá er sturtuklefinn fullur af dóti og kössum. Og hérna er hilla sem er alveg stútfull. Ull, efnistrangar, svona ýmislegt og svona hálfkláru verkefni í þessum hvítu kössum. Prjónavélagarn í þessu. Ég fékk gefins ullar, teppi, ég ætla að gera eitthvað úr þeim. Og svo er hérna saumavélar og óvillokkvél. Þessa gerði ég á námskeið hjá Margréti Guðna hérna fyrir mörgum árum. Þarf að finna eitthvað til þess að geyma í þeim. Og hérna sést spjaldvefnar stykkin mín sem ég gerði á Skals. Já, þetta eru herligheitin. Og eins og þið sjáið þá fer rosalega vel mig hérna. Hérna eru 3 gluggar og svo gluggi á útidyrahurðinni.
Þannig að hérna verður bjart og fínt. Góð birta til að vinna við. Hérna eru svona verkefni eftir mig. Útsendsverkefni og þetta er Crazy Quilt. Og svo er hérna ljóð sem hún Berglind gaf mér einu sinni í jólagjöf. Samið til mín. Og hingað er þér velkomið að koma á námskeið eða bara kíkja til mín. Ég verð mikið hérna við í vetur og ætla að vera dugleg að halda hérna námskeið bæði á kvöldinu og á daginn. Þannig að það getur vel verið að þú finnir eitthvað til þess að gera. Já, ég ætla að segja hérna frá þessu verkefni. Bryndís Björgvinsdóttir gerði þetta og hún gaf mér í gjöf og henni fannst þetta passa vel við það sem að væri svona hekludúlla þarna í verkinu. Og þetta er rafmagnsborð þannig að ég get hækkað og lækkað það eftir við hvað ég er að vinna. En já, þá er hringferðinu vinnustofuna mína sem ég kalla laufið, lokið. Ég hef tekið ákvörðun það að hér eftir við áætli að setja út þætti hálfsmánaðarlega. Ég held ég hafi bara ekki tíma í vikulega þætti. Þetta tekur mjög langan tíma því að mér langar að ég vil klippa þetta vel til og svona, taka öll hygg-orð út og svona. Og þetta tekur alveg sinn tíma. Og svo þarf ég náttúrulega líka að finna fólk sem vil koma til mín í viðtal. Þannig að þetta, já, ég held að það sé alveg nóg að það gerist einu sinni í mánuði. Einu sinni í mánuði. Og endilega, ég segi bara enn og aftur, ef að þú vilt koma eða þú veist eitthvað sem að væri gaman að spjalla við þá vinnu sem þau vinna, að þá endilega láttu mig vita, verð í sambandi við mig. En ég ætla að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir 2 vikur.